Já, hlutverki Isavia tvíþætt. Annars vegar rekum við flugvelli landsins og þar fyrst að telja gáttir Íslands heiminn, það þessi aðalhljóðaflugvellina, og svo hins vegar íslenska samgöngukerfi sem tryggir ferðir manna frá landsbyggðinni til höfuðborgarsvæðisins og aftur til baka. Nú, svo erum við með flugstjórnarþjónustu og við stjórnum þar umferð í íslenska flugstjórnarsvæðinu sem alveg geypilega stórt, 5,4 milljónir ferkílómetrar, sem jafn stórt og öll Evrópa að frátöldu Rússlandi. Nú, við erum hér 630 manns sem vinnum saman að því að tryggja öryggi og þjónustu við farþega og flugrekendur sem hér að vinna. Nú, við erum einnig með fríhöfn, ansi stóra og skemmtilega, sem gefur góðan arð fyrir fyrirtækisins sem allur notaður til að standa undir þessari þjónustu við farþegar. Og svo getum við sagt að rúsínan í pílsæðundunum sé hugbúnaðarfyrirtæki okkar, Tern Systems, sem framarlega á heimsvísu í að hanna hugbúnað fyrir flugstjórnarkerfi. Isavia tvímælalaust fyrirtæki í ferðaþjónustu. Þess vegna líka þessi markhópur sem við erum að sinna annars vegar flugfélög og hins vegar ferðamenn á bara heimsvísu. Við tökum þátt í stórum markaðsátökum fyrir hönd Íslands og viljum fá sem flesta farþega hingað. Nú, við komum að því að þróa ferðamennsku, bæði á landshlutum og líka hér á höfuðborgarsvæðinu og stílum inn á það að Ísland verði ferðamannaland. Síðasta ári vorum við með 18% farþegaaukningu og það sem af árinu að 15% ofan á það. Þannig að við erum að reyna að gera ýmislegt til að laga flæði svo farþeginn þurfi ekki að bíða lengi í röðum og meðal annars erum við að bæta við 20 sjálfseignarastöðum. Þar erum við að bæta töskuflæðið í töskusalnum og flæði víðsvegar bygginguna til að vera ekki svo mikið átrunningur á háannatíma eins og farþegar hafa stundum upplifað. Við urðum númer 1 árið 2011 í ASI þjónustukönnunni þar sem gengur út á það að kanna þjónustu allra rekstraraðila í húsinu, allt frá bílastæði og út í vél og heim aftur til tollsins. Og við höfum verið að koma mjög vel út í vopnaleitinni og afgreiðslu í verslunum, lögreglunni, á tollinum, þannig að við erum þakklátir fyrir það hvað það staðið sig vel í því. Já, það var ákveðið Alþingi að sameina Keflavíkurflugvöll og Flugstóðir í eitt fyrirtæki sem hlaut nafnið Isavia. Nú, fyrirtækið hlaut eldskírn sína í Eyjafjallajökulsgosinu og það var á sama tíma og við sameinust og þar vorum við í þessu herbyggi sem ég stend hérna nú, að þar sátu starfsmenn úr öllum félögunum og unnu vel að því að tryggja sem best flug til og frá landinu. Nú, eftir eldgosið þá gekk bara sameiningin mjög vel, öllu öðru leyti. Við hefum getað aukið þjónustuna með samvinnum manna frá báðum einingum sem voru þarna settar saman. Við hefum getað sparað beinlínis 200 milljónir, sáum við, eftir sameininguna. Og í dag fyrirtækið mun sterkara og betra og getur gert meira heldur en gat áður en við sameinum þessi fyrirtæki í eitt félag. Við fórum strax til stofnun Isavia í það verkefni að endurnýja snjórunistæki, sameyki, sem lýkur nú í ár. Þannig að það liggur beinast við að fara síðan áfram og endurnýja slökkvibílaflotann. Keflavíkurflugvöllur stærsti flugvöllur landsins og hann fóru á síðasta ári 2,1 milljón farþega, sem að þýðir í raun það bil 30.000 gjaldbærar lendingar flugvéla, en allt tiltalið þá verða hreyfingar líklegast í ár
eitthvað 60.000 og þar með talið herflug ásamt kennsluflugi Keilis. Okkar hlutverk hjá flugvall- og mannvirkjaþjónustu að sjá rekstur og uppbyggingu á 12 áætlunarflugvöllum og 36 lendingarstöðum á landinu. Við köllum þetta innanlandsflugvallakerfið. Við erum að þjóna þessari miklu innanlandsflugumferð sem fer landið, tæplega 900.000 farþegar. Þar að auki eru 3 af þessum völlum, Reykjavík, Akureyri og Egilsstaðir, svonefndir alþjóðaflugvellir. Það alltaf 6 flug á dag á sumrin milli Reykjavíkur og Grænlands. Nú síðan millilandaflug frá Akureyri beint til Evrópu og einnig frá Egilsstöðum. Landinu skipt upp í 4 umdæmi og umdæmisstjóri yfir hverju umdæmi fyrir sig og sem sér daglega rekstur af flugvöllunum. Síðan eru stóðdeildir miðlægt í sviðinu sem að aðstoða umdæmisstjórana við sinn rekstur. Stóru verkefni sem eru framundan á næstu árum eru klárlega að það fer að koma að því að það þarf að endurnýja malbik á báðum flugbrautum og það eru gríðar mikil og stór verkefni sem að verða nú tekin væntanlega í skrefum. En hver flugbraut og endurnýju malbiks á henni mun kosta ykkur staðar í kringum 1 milljarð. Við vonum að við getum farið í stækkun á flughlað á Akureyri, flughlað á Egilsstöðum og síðast og ekki síst það er að byggja nýja flugstöð á Reykjavíkurflugvelli. Það orðið mikið nauðsynja mál. Félagið að nálgast því að verða sjálfbært og við til þess að ná því markmiði þurfum við að auka tekjur. Það líka stórt verkefni að við erum að endurskoða gjaldskrá Keflavíkurflugvallar sem við höfum hugað í að setja fram til 3 ára. Hingað til höfum við haft bara gjaldskrá sem gildir í 1 ár. Þannig við þurfum að skoða fjárfestingar og rekstur til næstu 3 ára og setja svona meiri stöðuleika í gjaldskrána. Stefna fjármálasviðsins til framtíðar að bæta þjónustu við okkar viðskiptavini sem við kannski teljum vera hin sviðin innan fyrirtækisins. Auka markaðssetningu á Íslandi líka. Svo afleiðing að við fáum fleiri farþega inn til landsins. Við erum fyrirtæki sem á heimsvísu í öllu sem við erum að gera. Við erum með flugleiðsögu sem hefur hlotið viðurkenningar fyrir góða frammistöðu. Við erum með flugvelli sem hafa fengið verðlaun sem bestu flugvellinir í Evrópu. Það búið að setja nýtt flugstjórnarkerfi fyrir aðflugstjórnun og turninn í Keflavík. Það búið að vera endurnýjun á aðeins var ratsjálfbúnaði, það verið endurnýjun á siglingabúnaði. Síðan á alþjóðavettvangi erum við miklu samstarfi sem við verðum að vera, sem nauðsynlegt bæði út á okkar samstarf og líka til að samræma allar það vinnuaðferðir sem á Norður-Atlantshafi. Síðan erum við stöðugu samskipti við okkar viðskiptamannahóp sem eru flugfélögin. Við erum einnig að auka samstarf okkur við Grænland og við flugvallarfyrirtæki þar. Síðan erum við innleiðið í alþjóðaflugþjónustu og annað slíkt, það sem kallað ATSB, því að það er langdrægara og það er ódýrar uppsending á stöðvum og ódýrar rekstri. Þannig í framtíðinu þá það okkar sjónarmið að reka slíkar stöðvar í stað radarstöðvana, nema kannski á aðalflugvöllunum þar sem við verðum áfram með radar. Okkar markmið að bæta okkur sífellt, bæta við fleiri farþegum, bæta þjónustuna, sjá til þess að hlutirnir eru alltaf betri og betri. Við ætlum ekki að fara neitt hratt áfram í því sem við erum að gera, en alltaf með að því að við erum í toppnum í heiminum og halda þar áfram og þar ætlum við að tryggja veru okkar til framtíðar. Það er svona aðal verkefnið. Það að fá þennan stóru hóp sérfræðinga sem allir hafa mjög góðar og gildar skoðanir á sínum verkefnu til þess að vinna vel saman. Og það er bara mjög skemmtilegt verkefni. Já, það stefna Keflavíkurflugvallar að öll flugumferð geti nýtt sér flugvöllinn sem öruggan áfangastað þar sem að gildi Isavia, samvinna þjónusta öryggi eru höfð að leiðarljósi í öllum daglegum rekstri. Hagsmunir við að hafa alþjóðaflugþjónustuna hér auðvitað liggja í sérstaklega þeim óbeinu áhrifum sem skapast af þessa þjónustu. Og það er sá hagnaður sem er svo mesti. Því að það er engin hagnaður sem slíkur af rekstrinum og eðli sínu, þá á hann ekki að vera hagnaður heldur bara að fá endurheimtan kostnað. Og fyrir utan þá tækniþekkingu sem verður hér, því að mikið af hugbúnað sem við notum og annað slíkt
líka gerðu hér heima, bæði af okkar eigin starfsfólki og starfsfólki okkar dótturfyrirtækis Tern Systems. Þetta eru verulegar gjaldeyristekjur því að þeir sem greiða mest í þetta eru þetta flugfélögin sem eru að fljúga hérna yfir. Isavia fyrst og fremst eins og önnur fyrirtæki fólkið. Það er skemmtilegt að vinna með fólki hjá Isavia. Og svo það nýjungarnar sem tengjast fluginu. Það alltaf eitthvað nýtt á ferðinni. Og þess vegna eru menn oft lengi og lítið starfsmannavelta hjá Isavia.